Já, og þá ætla ég næst að fara í gegnum aðeins almenna kynningu heilsueflandi leikskóla, af hverju við erum nú að standa í þessu og hverju við viljum svona ná fram. Nú fyrst örlítið varðandi bara heilsu og veljan, að þetta ekki einungis að vera laus við sjúkdóma, heldur bara búa við andlega, líkamlega og félagslega góða heilsu og líðan. Það má líka tengja þetta heimsmarkmiðunum, en það markmið 3 sem að snýra að heilsu og veljan, og þeir sem eru með Arnarsjón sjá þarna hvernig verið að tengja þetta við allt annað í heimsmarkmiðunum, tengja það við heilsu, og ég mun bara gera þessar glærur aðgengilegar, þannig að þeir sem eru ekki með Arnarsjón geti notið þeirra eða hort á upptökuna. En hvað heilsuefling? Að það náttúrulega þetta markvissa starf til þess að bæta aðstöðu fólks, og það stundum að það farið að tala heilsueflingu sem eitthvað sem einstaklingurinn á að gera, þú átt bara að hugsa þína heilsueflingu, en það sem við erum að gera að breyta aðstöðunum þannig að sé auðveldara fyrir þig að velja holla valið, og eins að þetta sé ekki einhver áþjón, heldur bara góðir valkostir. Við erum með þessar nálganir sem að Dóra Guðrún minntist á, og þá heilsueflandi samfélag sem svona yfir, og svo koma skólastigin þarna undir. Það sem við ætlum að fjalla í dag eru þetta leikskólarnir. Og það var að má segja frá því núna að það eru 52 leikskólar búin að skrá sig á rúma ári í heilsueflandi leikskóla, og það eru yfir 4.000 börn, ég man ekki hvort það eru 4.400. Ég nýbúin ég veit ekki hvort ég sá myndbandið frá Lundarseli sem að vera að birta frá sjónvarpinu, þar sem þeim voru í hvíldunni, snuddu þjóðarnir og svona. Það var bara dauðlangað að koma og vera. En svo myndi ég eftir að dóttir mín var nú ekki leyfði engum leikskólakennar að sofa þegar hún var í hvíld, þannig að það nú ekki alltaf þannig kannski. Leiðarljósin, þið sjáu öðru megin erum við að tala leiðarljós fyrir heilsueflandi samfélag, en það tónar allt saman við það sem við erum að gera á skólastígunum. En meginmarkmiðið þá að skapa þessar aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lífsháttum. Þannig að við erum að breyta aðstæðunum, ekki fólkinu. Við erum ekki fara að taka fólk og setja á vigtina, hlaupabretti eða taka nammið og setja gulröð, bara skipa, heldur að skapa góðar aðstæður, þannig að við getum tekið ákvarðanir eftir því. Nú, af hverju erum við að þessu? Þetta náttúrulega einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá frá 2011. Það einn þáttur sem að fjallar heilbrigði og velferð, og það voru gerðar svona bara ágætar bækur hvern grunnþátt, og ég mæli með að þið endilega bara kíkið á hann, og það líka svona hugmyndir fyrir starfsfólk í skólum, og þetta fyrir öll skólastig, hvernig má innleiða þennan grunnþátt. Og við lítum í rauninni á heilsueflandi leikskóla sem verkfæri til að innleiða þennan grunnþátt. Þetta sé ekki enn eitt verkefni og enn eitt sem að gera ofan og allt annað, heldur bara í rauninni verkfæri. Ég ætla ekki að fara að lesa upp þessar glærur, ég ekki með svona hlíðar Arnarsjón að geta séð á skjáin, en þetta eru bara mjög margir góði punktar í þessari bók, og þetta var að hluta unnið í samstarfi við okkur þegar við vorum að hefja heilsueflandi grunnskóla og framhaldsskóla hjá lýðheilsustöð á sínu tíma. Þannig að þetta tónar mjög vel saman. Nú, af hverju erum við að huga þessu í leikskóla? Nú ég kannski að tala við þá sem að vita allt það, hvað skiptir miklu máli þessi fyrstu ár, hvað við leggjum grunninn vel, og það líka það að á Íslandi svo stór hluti barna sem í leikskóla, þannig við höfum tækifæri til að ná til svo gott allra barna, og þar með höfum við líka ákveðið tækifæri til jöfnuðar, til að ná til þeirra barna líka sem að kannski standa höllum fæti í þjóðfélaginu, við fáum þau samt líka oftast í leikskólan, þannig að við getum líka hlúðað þeim þar. Og svo síðast en ekki síst að þá það líka allt starfsfólki, því að það eru svo mörg börn á leikskóla, við erum með svo marga leikskóla og mikið af flottu starfsfólki, og þá þarf að sjálfsögða að hlúa að því. Þannig að þetta fyrir börnin og fyrir starfsfólkið. Og ég alltaf að tala þegar við erum að tala börn og velferð barna, að þá þurfum við alltaf að taka tillit til þeirra umönnunar aðila, hvort sem við erum að tala foreldra eða starfsfólki í leikskóla eða aðra. Þetta hangir allt saman. Hérna bara mynda hverju skipti máli að byrja að snemma. Við viljum auðvitað að koma í veg fyrir erfiðleikana áður en að þeir verða.
að reyna að byggja þau upp eins og vera að tala núna í til dæmis skóla án aðgreiningar eða varðandi eineltismálin, að við sem ekki bara bíða eftir að verða einelti og svo ætlum við að taka á því, heldur ætlum við bara að reyna að vinna í samvinnu og samskiptum barnanna þannig að það gerist ekki. Og það bara, það ódýrara og betra og öllum líður betur. Og þetta ekki bara spurning peninga og ég hef alveg heyrt starfsfólk í leikskóla segja að þau sjá alveg hjá barni strax 3 ára að það mun eigi erfiðleikum, þá eigum við að taka á því þá. Ekki bíða eftir að verði 17 ára. Það miklu auðveldar að taka 3 ára og gera eitthvað heldur en 17. Heilsueflandi leikskóli var til náttúrulega bara á góðum grunni öllu því starfi sem var búið að gera áður. Það var verkefni áður hjá landlæknisembættinu sem að snýri að heilsueflandi grunnskólum meira kannski. Svo voru náttúrulega heilsuleikskólarnir og þegar við fórum að stað með þetta var mjög lengi í bígerð, að þá fengum við að sjálfsögðu ýmsa aðila með okkur að borðinu úr leikskólasamfélaginu, úr háskólasamfélaginu og frá kennarasambandinu og svo framvegis. Þannig að við vorum ekki einn bara eitthvað, heyrðu, það nú góð hugmynd að láta þið. Já, heldur að þetta væri unni virkilega í samvinnu. Fyrstu skrefin að maður ætlar að gerast heilsueflandi leikskóli og við stundum heyrt að það gæti svona smá miskilnings að fólk heldur að vera búið að einhverju rosalega áður en að sendur umsóknina og ég segi fólk bara nei, sendin umsóknina og þá sendi ég þér leiðbeiningapakka og taka sér góðan tíma í undirbúning. Það þarf ekki að rjúka stað, heldur bara taka hálft til 1 ár eftir hvernig leikskólinn stendur í að undirbúa, kanna sína aðstæður, skoða stöðuna, af hverju erum við að þessu, hverju viljum við ná fram, mynda stýrihóp, gera heilsustefnu, bara gefa sér góðan tíma. Til þess að halda utan vinnuna erum við með rafrænt svæði sem heitir heilsueflandi. Það að hluta til skýringin af hverju þetta var svona lengi á þróunarstigi var að við vorum að bíða eftir að við vorum að gera nýtt kerfi heilsueflandi sem að héldi betur utan alla þætti starfsins. Og við vildum ekki að leikskólarnir fara að byrja að skrifa og gera á blaði og síðan eftir hálft ár bara heyrðu, nú komið rafrænt kerfi, þið þurfa að færa allt yfir. Heldur bara bíðum við. En get líka sagt ykkur að þegar heilsueflandi.is var tilbúið eins og ég var búin að vera að berja á að koma í gegn, að þá bara að ætla að fara að hleypa fólki að, einhverju sem hafa búin að vinna svona lengi og maður dauðhræddur og svo virkar þetta ekki og þetta allt ómögulegt og þannig ég tók svona 2 dagi svona og svo bara hugsaði þetta 1.0, við viljum heyra athugasemdir og þess vegna erum við með hóp eftir varðandi heilsueflandi. Þetta kerfi sem á að vinna fyrir okkur, ekki kerfi sem býr til vinnu fyrir okkur. Þetta á að vera computer says yes. Við erum að þýða þetta. Talvan segir, ójá. Hérna bara myndir af dæmi hvernig þetta lítur út á heilsueflandi, en það líka bara þannig að sé ef að sá sem að eldhuginn í starfinu hættir að fyrir fæðingarólu og hvað það nú að þá komi sá sem tekur við ekki að tómu borðinu, heldur getur séð svolítið hvað búið að vera að gera og hvernig staðan Þetta eru áhrifaþættirnir. Núna í dag munum við fara yfir þessa 4 hreyfing, mataræði, geðrækt og tannheilsu. Og það bara mikilvægt að þetta sé svolítið skemmtilegt og auðvelt og þetta sé ekki einhver einn sem eru út í horni og hinn allir einhvern veginn fúlir á móti og þetta líka að þetta tekur tíma að við vitum alveg hvernig þetta í leikskólanum það kemur ýmislegt upp og stundum verða hlutirnir að bíða og þá bara bíða þær og þá bara tekur maður það upp aftur þegar maður getur. Þannig að þetta sé, ég tala stundum að þetta sé svona eins og hugleiðsla, ef þú ert í hugleiðslun og farð að hugsa ótrúlega mikið, það ekki allt ónýtt. Þú bara heldur áfram þegar þú getur haldið áfram. Stundum bara staðan eins og hún og það verður að standa svolítið saman í þessu og líka halda upp á þegar maður búinn að gera eitthvað. Það þarf ekki að vera allt tilbúið til að halda upp á eitthvað. Það má halda upp á minni áfanga og passa að þetta verði ekki leiðilegt og erfitt og einmannalegt. Og ef þetta rosa einmannalegt þá hringið í mig. Og hér ég bara með tengla á það sem við erum með á heimasíðu embættisins, við erum með Facebook síðu og svo bara tölvupósta til mín og já, þannig að ég ætla ekki að segja meira í bili, heldur ætla að bjóðinni Gíu Gunnarsdóttur að koma og tala heilsueflingu, hreyfingu leikskólabarna. Gjörðu svo vel.